Já, komið sæl og velkomin í nýjan þátt af söguskoðun. Komið sæl, Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersi Arnaldsson heiti ég. Það er aldrei síðan við tókum upp síðast. Það er náttúrulega sama vandamáli sem oft kemur upp hjá okkur að það er mikið að gera. Það er mikið að gera, uppteknir menn. En hér er nú reyndar einn maður í herberginu sem er nú komin í fæðingarólof. Og maður hefði nú haldið að svona sannur kallmaður eins og þú ætti nú að nota fæðingarólofið í að sinna þínum hugðarefnum. Það ætti nú að geta gert það. Ég er búin að vera í 50% fæðingarólof. Það hefur liðið alveg fáránlega hratt. Reynda vikinu þar náttúrulega, þá dagar sem ég er að vinna, þá er ég nú kannski að vinna meira heldur en ætti að gera. Elva var einmitt að segja við mig sko að ok, þó settir 50% fæðingarólof, þá þýðir það ekki að þú er þá bara að vinna ennþá meira í þessu 50%. Svo að þú ert með 100% vinni en þú ert bara að fæða bara 50% af tímanum. Ég sagði þetta að það væri mjög góða punktur hjá henni. Þannig að ég er búin að vera að hugsa hans það. Einmitt. En síðan ég fæ oft alltaf eitthvað svona dellur og dettur eitthvað í hug og fæ svona hinn og þessu svona áhugamál og eitthvað sem ég hef brennandi áhuga á allt í einu og við höfum verið bara saman síðan núna og ég keyptum gömul húsgögn sem fengum bara á slikk og við vorum að pússa það eða ég segi að pússa eða eitt eldhúsborð og Elva sé að mála þetta það var svona tími í það í staðin fyrir að hanga í símanum eða hvað maður gerir hanga í kindlinum kindlin ég er nú lesið núna í ár mikið minna en ég hef gert venjulega en ég er búin að spýta í núna síðastlega viku þannig að nú er ég búin að lesa dálítið mikið og ég er búin að detta dálítið í svona hryllingssögur og það er alltaf frá þessum gömlu klassísku bókum eins og The Castle of Otranto það er svona fyrska gotneska skáldsagan Veitu hvað er með gotneska? Þetta heitir sko, þetta er gothic literature á ensku Svona goth og svona emo goth en þessar bókmyndir eru kallaða gothic vegna þess að þær sækja svo mikið innblástur til miðalda og gotneska stílsins byggingastílsins þannig að klassísk þema eru til dæmis gamlir og dimmir kastalar klaustur eru vinsæl með allavega sko neðanjarðar hvelfingum og göngum það er oft myrkur og nótt tunglið og þessu er allir lýst svona nákvæmlega og svona drungalegt allt og þetta er bókmyndir mitt byrjuð með honum Horace Walpole sem skrifa það Castle of Otranto og meðan Mysteries of Udolpho er einn frægasta bókin í þessum stíl og síðan líka Munkurinn The Monk eftir hann Lewis það er einu af mínum svona uppáhaldsgotnesku bókum fjallar glæsilegan munk sem er mjög heitur í trúnni og er mikil fyrirmynd og til fyrirmyndar nema hvað að djöfullin sækir á honum og freistar hans og leiðir hann inn í freistni sem endar með miklum hryllingi freistarinn, það er líka klassísk og það er oft munkar og nunnur vondir prestar gott þema í þessum bókum En segðu mér, þú ert ekki búin að lesa Frankenstein? Jú, ég lesi hana nokkur sinnum áður hún er einu af mínum uppáhalds og einu af mínum uppáhalds skáldsögum það er alveg frábær bók líka þetta megin þema í bókinu að sko, skrýmslið sem Frankenstein býr til var ekki búin til sem skrýmsli hann verður skrýmsli af því hvernig aðrir koma fram með hann sérstaklega hvernig Frankenstein snýr baki við hann og það er mjög áhugaverð pæling og alltaf vinsæl hugmynd þetta stafar allir frá honum Rousseau og þessum hugmyndi sem voru vinsælar á 19. öld að manneskjan er góð í raun og veru en það er umhverfið sem gerir manneskjuna vonda samfélagið er vond sögur líka af umbreytingu sko, þar sem að þú veist aðal góði gæinn verður aðal vondi gæinn það er eitthvað svona tilfinningalegt við það sem að maður getur sem manni finnst
alltaf svolítið heillandi en á sama tíma svolítið skeri sko. Já, það er einmitt það Svo er líka svo gaman að ég með því Frankenstein hún flettir náttúrulega saman hvað að segja vísindum síns tíma og þessu svona yfirnáttúrulega og öllu þessu og svona kukli, svona gullgerðarlist og það sem að kalla svona eitthvað svona kannski dulspeki eða eitthvað svona hulin fræði og ég hef alltaf haft óðal mikið áhuga á göldrum og nornum og vampýrum og varúlfum og draugum og öllu þessu Heru, það er nú ekki úr vegi að við séum að ræða þessi málefni núna því að þegar þessi þáttur er tekin upp þá er 29. október og það fer að líða tíðum hrekkjarvöku tíðum Jú, er það ekki núna þá á mánudaginn? Alveg búið að taka sér bólfestu í íslensku samfélagi og víðar heldur bara í Bandaríkjunum Já, þetta dreifir sér alveg þvílíkt eins og hérna í Noregi, ég veit allir núna í kvöld þá eru fjölskyldur hérna að fara að ganga í hús og byggjum hvað segir maður íslensku? Trick or treat Grikk eða gott Grikk eða gott, já veit það Já Það var fínt að maður verið með eitthvað grikja hjá sér Já Herðu Já við ætlum að þess að ræða í dag svona málefni á þessum nótum og það er nú reyndar svolítið merkilegt að einhvern veginn svona að því þú nefnir hrekkjavökuna í Noregi sko mér var nú einmitt að horfa á nýja þættin á Netflix sem að fjalla konunni sem var rænt norsku konunni Anna Elisabeth Hagen sem að einmitt var rænt og krafist lausnagjalds fyrir hana og maðurinn hennar milljónamæningur Tom Hagen maður getur þessu máli? Jú, mikið talað heldur góðu þættir svona leiknir þættir sem er að sína hvernig löggan og fjölmiðlarnir og lögfræðingarnir allir að vinna í þessu undarlega mannskvarsmáli sem að þú veist það er svo mikið af svona óupplýstum morðmálum í Noregi sko, og Skandinavíu, það er alveg ótrúlegt sko Já en það einmitt var 31. október 2018 sem að þessi kona hvarf og þegar ég var að horfa á þessu þætti þá einmitt myndi ég eftir því sko að ég myndi eftir því þegar þetta mál kom fram í fréttum fyrst að þá hafði ég myndi verið í einhverju Halloween partí þann dag Já Herðu, það er nú eitt sem við þurfum nú að nefna Ólafur minn sem ég ætlaði nú að nefna sem er svolítið skemmtilegt að það er október núna og Hlaðvarpið Söguskoðun fagnar 4 ára afmæli núna Já Fyrsti þátturinn fór í loftið í október 2018 Já, ég hugsa sér Þannig að það er nú ekki verra fyrir okkur að nefna það Nei, það er gaman Það er aldrei vita nema við verðum hér ennþá eftir 4 ár Já Hver veit Og aldrei vita nema hún verði ennþá ófundin konan Já Já en allavega þess ég var að segja morð og svona true crime það er nú orðið svona hálfgert svona hrollvekju skemmtiefni nútímans Já, mjög vinsælt einmitt raðmorðingjar fólk alveg elskar að rífur allt í sig sem hefur með raðmorðingja að gera Já, eins og Dahmer segir hann núna á Netflix ég held að þetta sé svona stærsti successin hjá Netflix núna Áhorfið alveg gífurlegt Já, fólk fær eitthvað út úr því að láta hræða sig Já Og það er alltaf í raun og alltaf verið þannig allar að segja, ef lítið til þess bara á okkar bakgrunn og allar þessar íslensku þjóðsögur og íslensku þjóðsögurnar og hvað það eru náttúrulega fullar af einhverjum draugum og fylgjum og uppvakningum og hvað þú ætti að kalla það útilegumenn og tröll og allavega svona einhver skrýmsli einhverjar verur sem einmitt að hræða Talandi útilegumenn Já Sko, þú varst búin að segja mig það að þú hefði verið að lesa bók útilegumenn sem að
við vorum að spá í að þess að ræða, það viljum nú ekki ræða hér í dag samt, en bara svona fyrst þú nefnir það Já. að þú veist, það er einmitt líka svona sem er rosalega fólk tengir rosalega mikið ótta við og mikla skelfing og svoleiðis Já. en það voru þá menn sem að byggja upp á heiðunum og voru þá kannski búið að brottvísa þeim úr samfélagi manna eða eitthvað og er kannski svona leið fyrri alda til þess að óttast sko eitthvað sem að ekki er endilega yfirnáttúrulegt heldur þá bara menn sem eru vondir og er að gera eitthvað spooky alveg svo við erum í dag að lesa morðsögur og einmitt raðmorðingja og eitthvað svona sko Já, en síðan líka áhugavert hvað það varðar að það er svona staðsetningin, þú veist hvað staðsetur maður það sem er óþekkt sem maður er hræddur við það sem er ógnandi á okkur hátt á Íslandi til dæmis náttúrulega er engin skógur og sögulega sé náttúrulega þá hefur ekkert verið neitt skógur í landinu þannig að þú ert ekki með skóga sem eru fullir af einhverjum kvikindum einhverjum verum eða slíkt og hvað ertu með? Þú ert með hálendi, jú það er svolítið þetta óþekkta rými þar sem að ýmislegt getur leynst algjörlega meðal hans út til lögumenn og meðan í Þýskalandi þá ertu með svarta skó og eitthvað slíkt með skóun alveg stútfulla af ykkur eða með þess að bara í Noregi svona, eins og þetta er svona huldre sem er einmitt fyrirbrigði sem er ekki þekkt í íslenskum þjóðsögum það er einhvers konar kvenvera sem táldregur menn og lokkar það inn í skóginn og drepur já og náttúrulega óþekkt fyrirbrigði í Íslandi þar sem er ekki skógur Nei. Og síðan líka áhugavert að bera saman við geimverur sem náttúrulega svo vinsælt í dag af því að núna eru skóarnir ekki óþekktir og þau voru áður fyrr hálendi er ekki óþekkt fólk ferðast hálendi og gaman Nei, geimurinn er óþekktur þannig að þá sér maður hvernig verurnar færast Já, og svo náttúrulega þetta fyrir 1950 þá er geimurinn nú alltaf þekktur einu sinni bara yfir höfuð og þá er náttúrulega enginn að tala geimverur skilur Nei og líka að þú varst náttúrulega með rými sem mjög nærðir sem voru óþekkt og hættulega voru óþekkt sko, já og þannig að það er áhugavert hvernig manneskjan hefur sko búið sér til í allavega svona sögur og fyllt svona þessu óhrættu rými með allavega verum Já og við ætlum að sérstaklega þá tala eina af þessum þá yfirnáttúrulegu verum sem eru þá varúlfar Já sko, ein tengingina við eins og við vorum að tala raðmorðingja sko svona hugrenningartengsl sem að spáir aðeins í sko varúlfi sko það er þetta með sko þú getur verið góður löghlíðin borgar á daginn en á nóttunni kemur skepnan fram og drepur og svo daginn eftir ertu aftur orðin góði nágranninn sem heilsar á mótnana sko og það er kannski svolítið eins og varúlfur Jep og það er kannski svolítið svona eitt af þessum svona menningarlegu eiginleikum varúlfsins er þetta tvíeðli en endilega, segðu okkur aðeins frá varúlfur náttúrulega þekkist í öllum menningum Já og annarkvort þá sem bókstaflega þá varúlfur það sem var er þá þetta er eitthvað aðeins umdilti hvernig það er í norrænu en til dæmis á ensku vervúlf þá er þessi ver hluti það er gamalt enskt orð yfir mann það er svo að tala vergild það er þú veist manngjald sem þú ert að greiða ef þú myrtir eitthvað þannig þá er þetta náttúrulega þetta er bara mannúlfur Já, þetta er það bókst, já það er maður því það yfir svona mjög skiljanlegt og deskriptíft mál handum að kalla mannúlf Deskriptíft Já Það þarf að sletta aðeins Já Mér er nefnilega, sko, ég hef svo mikið áhuga orðsifjafræði Þetta er mjög deskriptíft hjá þér, Ólafur minn Já, menn það er það, þú veist, varúlfur þú veist, það veit ekki hvað var því þegar maður er að
það sem fólk var að skrifa menntaði menn voru að skrifa svona á fyrir hluta 20. aldar, það var alltaf fullt af svona orðum eins og þetta illegalt Já. Akkur þeir að setja rauðarstjörnur á húuna sína kommunistanir, það til að auglýsa illegaliteten? Já. Þetta fyndið. Já. En allavega, af því að það þá þess vegna hefur maður þá líka sko, maður gerir það allir með sér ensku og þá maður líka með, þá notar maður þegar hann var fyrirhluta og bindur við eitthvað annað, þannig að þá til dæmis með were cat til dæmis, þá var köttur, var hýjena, var björn, allavega slíkt og þá raun og veru, maður alltaf bara að segja mann köttur, mann björn, mann hýjena, mann jaguar, mann tígristýr. Mann jaguar. Já, því það bláður, þetta þekkt í öllum menningum, en það bara mismunandi hvaða dýr þú ert með, þannig að það náttúrulega var engir manntígristýr á Íslandi, það náttúrulega var ekki tígristýr á Norðurlöndum, en nóg á úlfum. En síðan í Norrænu nefnilega frekar þekkt vargúlfur, það er notað. Og þetta varúlfur birtist seinna, en það getur vel verið að varúlfur hafi verið þekkt orð og notað á miðöldum, en við höfum það ekki rituð heimildum. Og þá rauninu að segja vargúlfur, þá, vargur náttúrulega gat verið úlfur líka. Já. Og þeir finnir þetta líka í frönsku, þá notaði líka svipað orð, þetta vargúlfur. Já. Og í grísku ertu náttúrulega líka með þessar hugmyndir og finnir aldrei af því í það bókmenntum fornmenningar. Lykanthropos og það það sama, þú veist, það bara úlfur og maður, það mannúlfur. En þetta ekki líka úr latínu vír? Já, það það, vegna, og það alltaf sama, þú veist, það með var til dæmis í fornensku og vír í latínu, þetta alltaf indoeurópskt tungumál og skildur með sama með svipa og orði líka til dæmis í sanskrit. Já. Og þú ert líka með sömu samsetningar í gelísku og í öllum þessum indoeurópsku tungumálum, þá finnur þetta fyrirbrigði, þetta mannúlfar. En síðan aftur, ef maður fer aftur að þessu norræna, þá hefur maður líka önnur orð. Við erum búin að nefna núna varúlfur, við erum búin að nefna vargúlf, en síðan líka með úlfhéðina, þetta úlfhéðin. Það er geggja orð. Það er flott orð og allavega svona orð í tengslum við allimis að skipta ham. Hamfarir til dæmis, það er ju að skipta ham og fara þá að fara í allimis úlfham og verða að úlfi. Hamskiptingur. Jú. Og berserkirnir til dæmis. Það voru ju slíkir menn sem í staðin fyrir að breytast í úlfa eða klæðast úlfaskinnum, þá voru þeir með þá bjarnarserki bókstaflega. Bjarnarbak eða bjarnarskyrta eða bjarnarserkur, Já. Einmitt. Og þeir höguðu sér náttúrulega svo skepnur. Já. Gengu berserksgang. Já. Og úlfhéðnar gerðu það þó líka og þetta þá mikið tengt við óðinsdýrkun og slíkt. En þessi berserki, voru þetta ekki stríðsmenn? Jú, það voru stríðsmenn og það annars, hvort sem að var þá berserkur eða úlfhéðin, að þá notaði maður svolítið það svo til þess að auka mátt sinn og megin og svona, koma sér í ham og halda til orustu og vera brjálaður. Já. Og það er áhverð að þetta allt eitthvað sem venjulega að tala neikvætt á Íslandi að því Ísland náttúrulega var að megnunni til frekar svona, maður myndi segja kannski friðsamlegt bændasamfélag, þannig að óðinsdýrkun var mjög lítil á Íslandi, þannig að ég held að þú hefur engin óðinsnöfn á Íslandi. Nei. Á meðan það mikið af þórsnöfnum sem voru notuð. Einmitt. Það mjög athyglisvert. Já, það mjög áhugavert, þannig að þá sér maður að þetta mjög svona gamall gróin hluti af norrænni menningu, þetta að skipta ham. Já. Og en það náttúrulega samt og erfitt að segja nákvæmlega hvar þessar hugmyndir byrji, því þú ert líka með þetta í fornmenningunni eins og
úr meira sem með sko Save Lucanthros eða eitthvað þannig nei, Save Lucios eða eitthvað en allavega þetta úlforð á grísku en þá seifur úlfurinn eða úlfseifur og það þá góðsagnir í tengslum við það að maður sem hét Lúkeon eða eitthvað slíkt sem þeir eru þá bara úlfur mann þá þýða það sem úlf á íslensku þannig að maðurinn úlfur var með veislu í eitt skipti og þá kom seifur í heimsókn í dulbúningi þóttist vera bara venjulegu maður og úlfur vildi þá athuga hvort að seifur væri alvitur eða ekki svona pröfa goðið eða guðinn og þá tók hann sér að það var ekki einn af sonum sínum það er þetta mismunandi sögur einn af söguna þá var það þessi strákur sem var svona gestur hans eða gísl sem hann tók þá drap og lét blanda inniblóðunum saman við kjötið sem var borið fram og seifur áttaðist auðvitað á því að þarna var búið að blanda saman inniblum þessa stráks við kjötið og varð reiður og refsaði þá úlfi með því að breyta honum í úlf já Þannig að þú ert með svona sögur þú ert líka með sögur sko af fólki til hans langt í norðri kannski á svæðum sem í dag eru Pólland og Austur-Evrópa sem náttúrulega á tímum Grikkja kannski í kringum Krists-burð náttúrulega voru mjög framandi svæði það voru sögur af ættbálkum heilu ættbálkunum sem breyttust í úlfa Já, einmitt og ég held í raunum verið að sé fyrst og fremst svona að það er eitthvað svona grundvallar atriði í manneskjunni að vera kannski svona óviss hversu frábrugðin við erum dýrunum hversu dýrslegur er maðurinn Þetta er til í eiginlega öllum þú veist menningum þú ert með þetta í ekki bara þarna í Evrópu þetta með þetta líka í Asíu og Afríku og alls konar sko já. Þetta reyndar ekki til í íslenskum þjóðsögum en á öllum þú veist meginlands þjóðsögum er þetta fyrirbæri til og eins og þú segir þá líka önnur dýr eins og mann, hýenur og eitthvað en ég held að það sé mjög góð punktur sko, það er þetta grundvallar atriði með sko maður versus skepna og hvað er að vera maður og hvað er að vera mennskur menning, menntun skilurðu og við erum þú veist við erum dýr en við erum samt ekki dýr og svo er þetta sko eins og við vorum að tala án með raðmorðingjana skilurðu það er þetta sko maður sem breytist í skepnu og segir sig úr samfélagi manna það er mjög óhugnanlegt og einhvern veginn ekki skrítið að þú veist að fólk hafi sko einhvern veginn fundist þetta fascinerandi sko í gegnum aldinnar en það er líka að þú nefnir þetta með raðmorðingja að frægasta bókin að kemur að skrifum varúlfa og rannsóknum á varúlfum er The Book of Werewolves eftir Sabine Baring Gould sem var breskur prestur sem var að skrifa þá á 19. öld og svo bók var gefin út 1865 og svo bók sem er mest vitnað í líka þá í öðru rannsóknum þannig að ef maður ætla að byrja að lesa eitthvað varúlfa þá byrja maður, það var mjög gott að byrja þar og hann var einmitt sá fyrstu manna til þess að tengja saman raðmorðingja og varúlfa og skrifar dálítið það að þetta hafi verið sem sagt þá kannski hluti af hvað maður kallaði kannski tilraunum fyrir samfélagi til að útskýra eitthvað sem er svona frábrugðið og framandi þetta að maður, að einstaklingur sem er hluti af samfélaginu einhvern veginn fer á skjön við samfélagi, rífur sig frá samfélaginu og byrjar að drepa og hagast eins og dýr þannig að hans bók er ekki bara full af varúlfasögum heldur er líka tekur líka upp fræga raðmorðingja eins og einn af þessum frægustu sem hét það er alltaf gaman í söguskoðun þegar við reynum okkur við frönskuna en Gilles de Rais ég veit það ekki
sem var fæddur þarna upp úr 1400 og barðist meðal annars með Jóhönnu af Örk, tók þátt í 100 ára stríðinu. Og sá maður, hann var ekki held ég sakaður að vera varulfur, en hann var á endanum dæmdur fyrir það að hafa drepið. Það er svolítið umdeilt hversu marga hann hafa myrt. Sumir haldaði fram að hafa drepið kannski svona 100 börn, en hæstu tölur þá tala menn allt upp í 600. 600 börn? Já, sem hann þá misnotaði fyrst og myrti síðan. Og Sebin Baringúl til dæmis eigið aldrei tíma í að tala þennan mann og hans glæpi og réttarhöld. Og tengið þetta við varúlfa þá? Já, af því að hann þá að halda því fram að þetta hafi verið raðmorðingjar oft. Já. En það sem sko ennþá betra dæmi, það var þýskur maður sem hét Pétur Stump. Að skrifa mismunandi nafni, sumir kalla hann Pétur Stube, Pétur Stuppe, Stuppe, Stump, allar mismunandi hvernig nafnið þessi skrifað. Sá maður var fæddur 1535 og lést 1589. Hann var kallaður varúlfurinn frá Bedburg. Já, og hann var dæmdur sem varúlfur. Já. Vegna þess að það var síðan skrifað bréf á þýsku auðvitað. Það rit glataðist síðan, náttúrulega í öllu styrjöldunum sem komu eftir á. En það sem lifði af var þýðing á þessum bæklingi þá, ensk þýðing, og það var annar þá breskur fræðimaður, hann Montague Summers. Já, Montague Summers. Já, ég var nú að hlusta á YouTube hvernig fólk ber þetta fram, því það var nú ekki eins og ég hélt, en allavega. Já. Hann fann þennan bækling í ykkur skjalsafni 1920 og birtir þennan bækling í bókinni sinni sem heitir The Werewolf in Lore and Legend, sem líka mjög góð til bók ef maður ætlar að byrja að lesa varúlfa, því hann var einstaklega víðlesinn og viðaði að sér sko allavegana textum varúlfa og skrifaði mikið en það sem skrítið samt á hans bók ég á svolítið erfitt með að trúa því en það nú kannski þannig. Hann skrifar bókina eins og hann trúiði að varúlfar séu til og hafi verið til. Já. Og það spurning hvort hann hafi raunverulega trúað á varúlfa eða hvort hann noti þetta sem einhvers sko bókmenntalegt verkfæri eða eitthvað slíkt, en hann allavega skrifa bókina þannig og að færa rök fyrir því að varúlfar séu til, sem mjög áhugavert, þannig að mann náttúrulega verður að lesa bókinu svolítið eins og hún og hann náttúrulega hefur líka verið gagnrýndur fyrir að hafa farið svona lauslega með sumar heimildir og lauslega með þýðingar. Já. En engu að síður, og þá það mikilvægt með hans bækur að hann viðað að sér heilmikið af heimildum, þannig að hann var greinilega mjög víðlesinn og svo líka hélt hann því fram að allar þessar varúlfa hugmyndir væru sem sagt seinni tíma afbökun á kristindómnum. Því það hefur líka verið umræða í þjóðfræði og voru mikla deilur þá 20. öld, hvort að til dæmis varúlfar og nornir sérstaklega og allt þetta, þessi svona það sem að kalla kannski svona djöfladýrkun, sérstaklega kannski norninar, að hvort að þetta hafi sér að verið leifar af einhverju fornri evróskri trú eða trúabröðum, einhvern heiðindómi, eða hvort að þetta hafi verið seinni tíma uppspunni. Já. Það var mikið deilt þetta í fræðasamfélaginu og það er nú í raun og veru svona sammæli manna í dag að það hafi ekki verið, þetta séu ekki leifar einhvers heiðindóms eða heiðinni sem lifði af það að Evrópa var kristnuð. Heldur þetta afbakanir. Ok. Að þetta líka, en ekki það, til dæmis í svona New Age hópum, þá það mjög eins og Wicca. Wicca jú eina af þessum trúabröðum sem vaksa mjög hratt í Bandaríkjunum, það svona nornatrú
sem konur að tilbiðja náttúruna og eitthvað að brasa í göldrum og svona. Þær vilja halda því fram þá að þetta sé þá gömul æva forn hefð sem þær eru að fara inn í og sé ekki bara 19. aldar eða kannski bara 20. aldar uppspunni. Okay. En allavega, þannig að það er allir með áhugavert með að Summers að hann er svona einn af þessu fræðimönnum sem setti fram þá hugmynd þetta væri Kristín Albökun. En ég fann hérna titilinn á bæklingnum og að því hérna gerðu grínaði var það í síðasta þætti þegar þú last eitthvað rosa titil. Já, var þarna í Tyrkjaráninu, já, góttu með hann. Já, og þá var hérna allir að koma með titilinn á þessu bæklingi sem voru nú bara einhverjar, þetta er nú bara nokkra blaðsíður í prenti en allavega. Að þá ber þessi bæklingurinn titilinn A True Discourse Declaring the Damnable Life and Death of One Stoop Peter, a most wicked sorcerer who in the likeness of wolf committed many murders, continuing this devilish practice 25 years, killing and devouring men, women and children, who for the same fact was taken and executed the 31st of October, last passed in the town of Bedpur near the cities of Kolin in Germany. Truly translated out of the High Dutch, according to the copy printed in Kolin, brought over into England by George Boer's ordinary post, the 11th day of this month of June 1590, who did both see and hear the same. Akkur eru menn ekki að gera þetta lengur? Nákvæmlega. Það var bara úrdrátt úr allri bókinni í titlinum. Já, nákvæmlega, þú þarft ekki að lesa bæklingin, þú ert með þetta bara hérna. Bara með þetta þarna, sko. Herðu, þetta er svona einn af þessum frumraðmorðingjum sem að var trúið að væri varúlfur. Já, og það er mjög áhugavert að lesa hennar bækling því hann Summers sem birtir hann hérna í bókinu sinni og þá er farið yfir þessa sögu þá í bæklingnum sem að því þessi morð hvað maður segja, hann Pétur, við köllum hann bara það myrti þá í 25 ár þannig að hann var virkur mjög lengi og hann viðurkenndi það sjálfur undir réttarhöldunum að hann hefði byrjað einmitt í kukli þegar hann var 12 ára gamall og farið þá eitthvað út í galdra og svona og það er nefnilega það sem er áhugavert ég gerði mér ekki grein fyrir það en ég byrjaði að lesa meira um þessi varúlfafræði að fyrir mér þá hélt ég að varúlf væri svolítið svona eigið þema, væri svolítið afmarkað en sögulega sé þá er það ekki því... Nei, það tengist kukli og galdrum og nornum Já, og þetta fléttast alltaf inn í það og til dæmis í Vesturörbur voru sérstaklega til dæmis þá galdramenn sem voru oft tengdir þessu eða nornir og djöfullin og okkur slíkt þannig að þú varst oft með sko réttarhöld sem kannski sem byrjuðu sem varúlfaréttarhöld en voru dregin yfir því að verða nornaréttarhöld þetta hangir algjörlega eða mikilvæg hluti nornafársins Já, galdrafársins og í Austur-Evrópu og til dæmis þá sérstaklega í fyrir Júgóslavíu og síðan Suðaustur-Evrópu þá Grikklandi og þar hanga varúlfarsögurnar mjög við vampírur Já eins og það vúdulag heldur ég kallið það og það var trúin og svo náttúrulega mismunandi útgáfur af því orði í öllum þessu tungumálum en þá var titillins trú að varúlfur þess að maður sem hafði verið varúlfur í lifandi lífi að þegar hann lést þá var hann að vampíru þannig að hann kom aftur sem vampíra þannig að það hangir alveg saman á meðan að í dagleins í bíómyndum og þáttum og bókmyndum og svona þá er það aðskilin fyrirbrigði varúlfur er eitt úlfur er eitthvað annað en síðan maður reyndar leifar af þessu að maður lést til dæmis Dracula eftir Bram Stoker að Dracula þar gat breytt sér í úlf og hann auðvitað fekk náttúrulega sinn innblástur þaðan Eru það ekki vampírurnar sem geta breytt sér í leðurblöku líka? Jú, það er líka en ég held að það sé meira sko nútíma fyrirbrigði eitthvað skona það á jafnvel 20. aldar Já, að því það er auðvitað svolítið merkilegt að mikið af þessu svona nútíma svona menningarfenómen
sem maður tengir við svona eitthvað svona hryllings eitthvað sérstaklega kannski í svona ameríska popkultúru tengslu við, þú veist, Halloween og svona. Já. Að þetta einmitt mikið svona sem að árættu sína kannski í einmitt þessu galdrafári og þú veist, og eins og þessi típiska norn. Já. Svona þessi ameríska mynd af norn, sko, þú veist, hún er inspireruð af 17. aldar klæðnaði til dæmis, skilurðu. Já. Eins og þessu nornabrennum og svona, sko. En svo auðvitað taka þessi hlutir á sig nýja mynd þegar að þau koma fram í til dæmis kvikmyndum og í bókum og svona leis á 20. öld og það auðvitað á algjörlega við varúlfin líka, eins og til dæmis auðvitað hefur hann verið svolítið svona svo ímynd sem að maður hefur á varúlfi í dag er kannski komin svolítið mitt úr þessum myndum eins og það til dæmis að hann gangi á tveimur fótum. Það er ekkert endilega eitthvað sem menn í fornöld voru að ímynda sér. Nei. Til dæmis, og þetta með að varúlfurinn komi fram á fullu tungli, það er líka held ég ný hugmynd, og svo þetta með að varúlfurinn sko býti þig og þannig breytist þú í varúlf. Já. Að því að miðöldum og í fornöld þá átu þeir bara fólk eða drápu þeir. Já. Og maður náttúrulega, kannski frægasta myndin er hérna The Wolfman frá 1941. Já. Og svo náttúrulega marga myndir sem komu hann í Hollywood mitt á 20. öld, það sem menn voru að nota svona tæknibrellur síns tíma, sko, og hafa náttúrulega alveg skorið sig alveg djúpt inn í hérna minni fólks sem voru að sjá þessa myndir sem krakkar og svona, sko. Þannig að þetta er þessi íkon auðvitað eins og allt annað. Þú getur tekið, þú veist, jólasveinin og þú veist, nornir og önnur svona menningarleg fyrirbrigði og séð, skilur, hvað hefur orðið til á 20. öld, skilur, og hvað er upprunalegt. Já, þú veist, upprunalegt er þannig má orðið komast. Já, og það er einst eins og þetta með silfur, það er svona 20. aldar fyrirbrigði. Já, hann sé skotin með silfurkúlu. Já. Og síðan er líka hluti að allavega þá sögur sem ekki lifðu af, eins og til dæmis það miðalda hugmynd eða hluti sett af þessum miðalda hugmyndum var svo að þú getið þekkt öll þessi svona auðvitað manndýr, hvort það var þá norni kattarlíki eða hvort það var varúlfur eða hvað það var, getið þekkt á þeim að það vantaði á þau hala. Þannig að varúlfurinn var kannski halalaus. Og þá er allir hugmyndin eins og ég held að það er eitthvað stöð í Svíþjóð, þá getur maður þekkt varúlfurinn á því að munurinn á varúlf og venjulegum úlfi var að varúlfurinn hljóp bara á 3 fótum, ekki 4, því að teygða hann aftur annan afturfótinn og þess að líka eftir hala. Já. Og þetta er eitthvað sem Hollywood hefur ekki tekið upp. Nei. Og eins svona hvernig maður gæti orðið eða varúlfi, að jú, hjá okkur er þannig svona í nútíma bíómyndum og þá er einmitt maður bitinn eða klóraður eitthvað slíkt og síðan er tunglið að hafa áhrif á þetta. En áður fyrir til dæmis í svona nornaréttarhöldum eftir miðaldir, það er mikilvægt að halda því fram að galdrafárið er nútíma fyrirbrigði, ekki miðalda fyrirbrigði. Nýalda fyrirbrigði, já. Að ein af leiðunum til þess að verða varúlfur var til dæmis að binda utan sér svona belti eða taka allir með þá úlfham eða þá úlfapels og binda utan sig. Þannig gat breytst maður í varúlfin. Önnur hugmyndin var að maður gat smurt sig með einhverjum efnum, einhverjum kremi til dæmis, og þannig breytst maður í úlf. Og önnur hugmyndin var líka að það væri bara tálsýn, að það væri þá einhver púki eða djöfull sem myndi breyta sín fólks, þannig að þú lítir út eins og væri úlfur. Þannig að þú veist, það voru svona hugmyndir á reiki. Athyglisvert er svo, þú veist, þetta voru oft svona þetta voru svona menn sem byggu einir, sko, einsetumenn eða þú veist, eitthvað skrítið fólk sem bjó eitthvað skilur afskekt sem að var grunað eða þú veist, ásakað að vera varúlfar, skilur. Já, en ekki bara, það var
eins og maðurinn sem við nefndum hérna hann Pétur Pétur Stúp já, hann var auðugur bóndi á sínum tíma og var hluti af samfélaginu en hann til dæmis hélt því fram í sínum réttarhöldum að hann hefði að það hefði djöfull nálgast hann eða að djöfullin hafi hitt hann og boðið honum þá eða gert við hann samning boðið honum gull og græna skó hann getur fengið hvað hann vildi og hann valdi þá að verða að varúlfi að hann geti þá breyst í varúlf til þess að geta unnið þá þessi illdaði sín og fekk þá frá djöflinum eitthvað svona þá belti eða úlfapels sem hann vafði utan sig og breyttist þá í varúlf og síðan hélt hann af stað og réðst á fólk og hann drap til dæmis var ekki 14 börn ef mann rétt sem hann drap og borðaði og því þá lýsti í þessu bæklingi hann réðst á börnin og reif þau í sig og reif þau á hól og borðaði innefli og borðaði eitthvað af borðaði hlut af þeim og réðst til dæmis á 2 óléttar konur og myrti og reif þá einmitt á fóstrin úr þeim og borðaði hjörtun úr þeim og þetta er alveg ótrúlegur hryllingur að lesa til dæmis það sem kemur fram í þessum bæklingi því það sem fléttast náttúrulega inn í þetta líka var allan svona kynferðislegir glæpir þegar hann nauðgaði náttúrulega líka oft þessum konum áður en að myrti þær sem nú eitthvað eins sem ráðmorðingjar gera nú margir í dag eins og með hann Ted Bundy til dæmis sem hann frægur sem ég held nú að Netflix hefur líka gert myndum Mér finnst nú þessi saga þú veist, hér eru við náttúrulega að tala bara skilur ráðmorðingja eða þú veist, svona morðingja eins og þú segir, eins og Ted Bundy og þetta allt saman, þú veist, þetta eru bara svona karakterar fyrir alda og þú veist, orðfæri þess tíma þú veist inn í þessum trúarlega paradigma skilur, það djöfullinn og það úlfar og það þú veist, legend og þetta skilur alls konar mýtur í kringum það sem að menn, en í rauninni þetta bara ráðmorðingjar sko Já, en það satt flækist inn í það líka að fólk sverju að hafi séð raunverulega úlf og ég trúi því þetta ekki, ég trúi ekki að sétu varúlfar en það verður samt erfiðar að útskýra það því eins og með hann Pétur þá, þú veist, klæddi hann sig einhvern úlfham þegar hann fór út að myrða En getur þetta ekki bara verið, þú veist, orðfæri þessarar aldar skilur, þú veist að þetta var skilur nota til þess að geta dæmt menn það er eitthvað sem var svona típist sem við myndum segja en þetta fólk trúði því raunverulega að það væri til varúlfar og púkar og vampírur og allan og svona að því þessu lýst alveg nákvæmlega og til dæmis sko þarna undir lokin eftir að hann var búin að þá að vera að drepa þarna í ykkur 25 ár að eina sögum var til dæmis og það var tekið fram einmitt í bæklingnum svona til merki það hversu satt þetta allt væri var að í eitt skipti þá voru sér börn að leika sér þá kemur hann þarna hann Pétur í úlfslíki og réðst á eina af stelpunum en hún var með svo háan og þykkan kraga í þá hvort það var í kjólnum eða peysunni eða fötunum sem hún var í hann gat ekki bitið í gegnum kragan og svo var hópur af kúm þarna rétt hjá með kálfa og kýrnar brjáluðust og ráðast þá á hann og hrekja hann þá í burtu og þannig slapp þá stelpan og hinni krakkarnir frá honum og lifðu það af til þess að geta sagt þess að sögu og svo þarna, veist, við erum þarna með börn hvað upplifir barni hvernig reynir barnið að skilja árásina sem það varð fyrir þá getur maður fljótt ímyndað sér að barni búið til einhverja fantasíu kannski kom bara að einhver maður öllum líkindum, það var það sem gerðist að Pétur í mannslíki þetta kom að ræðst á stúlkun og hún sturlast og það er alveg þekkt í náttúrun að dýr jafnvel grípa inn í og verja kannski annað ungviði þannig að maður getur svo alveg trúið að kýrnar hafi gert það maður getur bara googlað maður getur séð þar sem að flóð þess að til dæmis verða reiðir og ráðast á krókódíla eða eitthvað þannig sem ráðast á önnur dýr
já. Og þetta margar svona sögur, hundar til sem gott dæmi, hversu oft hafa hundar ju ekki bjargað fólki en allavega hana ok, en þá getur maður kannski útskýrt þetta ok, þarna stúlkan sem upplifir eitthvað trilling og þetta hennar leið til þess að tækla það ok, en síðan það sem gerist í kjölfarið þessu var að hópur manna þá byrjuðu þá að leita að úlfunum og héldu á stað með hunda og þeir komast einhvern veginn á slóður hans og á endanum náðir honum og sjá þá þar sem hann breytist þá í mann aftur og halda ég þá bókstaflega fram að þeir hafi séð þarna úlf breytist í mann jú, kannski það ég veit ekki, það náttúrulega ekki trúandi, við trúum því ekki að hann Pétur hafi verið varúlfur en ef maður reyna að finna svona aðra útskýringar trúum við því að þeir hafi verið í svo miklu hafi verið svo mikið niður fyrir og verið einhvern veginn í svo miklu sjokki þessi veiðimenn sem voru að reyna að ná honum að þeir ímynda sér einhvern veginn og búa til og síðan einhvern veginn vindur þetta upp á sig Ég held að maður þurft að skoða þetta bara þessar heimildir skilur hvernig þeir eru orðnar til ég menna þetta þú veist gögn úr réttarhöldunum eða þú veist var verið að búa til þessa ímynd að hann væri varúlfur skiluru og allir spila með í því Já, en síðan spurningin af hverju ætti einhverju að gera það? Jú vegna þess að þú veist á þessum tíma skilur þá það leiðin til þess að brenna þennan mann en þú veist það kannski þú veist það passar inn í hugmyndafræðin á þeim tíma segja skilur herru þetta þessi klikkaði maður hérna sko freistaður á djöflinum til þess að verða úlfur breytast í þessa kynjaveru og þú veist það skýringin sem menn búa sér til á þeim tíma og geta þá þú veist tekið hennar lífi fyrir það Já, það samt mikið einfaldari skýring bara hann hafi verið vondur og afbreyðilegur og síðan dreppin fyrir það því þú mörg dæmi slíkt það ekki þannig að allir voru þá sakaðir að vera varúlfar eitthvað slíkt og eins og það með heimildirnar það taldar upp náttúrulega öll vitnin og við vitum það jú í afbrotafræði að vitni eru náttúrulega lélegasta sönnunargagn sem þú hefur Já, en það líka auðvitað fullt af fólki sem var skilur sakfellt fyrir að vera nornir eða varúlfar eða hafa gert samningu djöfulin og hitt og þetta skiluru og líka margir þetta sem voru saklausir eins og hefur náttúrulega oft verið talað og svo líka svolítið athyglisvert í þessu að það eru dæmi það sko að menn hafi verið eins og einsaga sem segir frá sko ungum strák sem var örugglega sko andlega veikur sem að játaði á sig alls konar glæpi sko og svo átti að fara að dæma hann fyrir að vera varúlfur og þá sáu þeir að þú veist þessi strákur var bara ekkert að segja sannleikann og hann var greinilega bara eitthvað veikur og geði þannig að hann var sendur í klaustur og sem þá svona svo hálfgerð sko svona heilbrigðisstofnun þess tíma sko og mörg dæmi þetta að menn hafi verið sýknaðir þá eða þannig séð dæmdir ósakhæfir og sendir í klaustur í staðin fyrir að vera brendir fyrir að vera varúlfar sko. Það líka mikilvægt að hluta þessi því það gleymist oft og svo mynd sem oft dregin fram að þessi samfélag hafi verið uppfull þá af þeirri hugmynd að það hafi verið nornir og varúlfar og púkar og slíkt út allt og einhvern veginn svo allir hafi trúað en það nefnilega ekki rétt því til dæmis rannsóknarrétturinn spænski rannsóknarrétturinn var mjög nákvæmur í því að skilgreina hvað væru galdrar og hvað ekki og þeir jafnvel gátu verið oft frek heldur svona mannúðlegir og sýknað fólk og komið að staði að þarna væri eitthvað annað á bakvið, það voru ekki raunverulegir galdrar og ég hafði til dæmis frægur bæklingur eftir einn af mann sem var þá vann fyrir rannsóknarréttin, þá prestur sem til að skrifaði gegn öllu þessu norna þessu galdrafári og eins náttúrulega líka með texta sem menn haldaði fram að það sé ekki til varúlfar því þú getur ekki manneskja geti ekki breyst í eitthvað annað dýr, það er ómögulegt það er ekki hægt náttúrulega séð þannig þá talaður það að þetta þó bara sko einhvers konar sýnir eða eitthvað slíkt en þú ert með allan svona raddir líka og með guðfræðinga og presta og
Já, fræðiminn svo var þá að skrifa gegn þessu og haldaði fram að þetta væri allt kjaftaði til dæmis. Frægasta enskariti það var skrifað eftir Reginald Scott þar sem hann heldur í framtíðin eins og nornin sé ekki til, þetta eru bara einhver hugarórar fólks. Þannig að maður náttúrulega líka með það, þannig að það að vera dæmi eitthvað sem varúl var ekki eitthvað sem var gert bara vegna þess að það var einhvern veginn einfaldast eða þægilegast. Það var gert vegna þess að menn trúði að það var eitthvað sem gerðist og eins og með hann Peter Stump að eins og maðurinn gekk fram og hann viðurkenndi að sjálfur að hann væri varúlfur, þannig að það er þá check í boxi, það lítur út fyrir að ekki eitthvað sem þröngvað upp á hann. Hann borðaði þetta fólk og hann meðal annars myrti son sinn og borðaði úr honum heilan og viðurkenndi það á sig. Og hann var kynferðisafbrot maður líka, misnotaði dóttur sína og misnotaði skildmenni og svona og hann viðurkenndi allt þetta. Og hann viðurkenndi alla þessa glæpi sína til þess að reyna að það átti að pynta hann og til að reyna að komast frá pyntingunum. En það mál til dæmis endaði þannig að hann var þá dæmdur til dauða og þá sjáum við líka grimmd samtímans því hann var dæmdur til þess að það ætti að rífa kjötið af beinunum á honum á 10 stöðum með glóandi töngum sem var gert áður hann verið bundinn við stórt tréhjól og eftir að búið þá að rífa kjötið af beinunum á 10 stöðum og þá voru brotnir á honum fætur og hendur með tréöxi og svo var hann hálshöggvinn með sverði. Það nú kannski sem myndum vilja að við myndum taka upp svona miðaldalegar refsingar fyrir raðmorðingja og kynferðisafbrotamenn í dag. Já. Það alveg sem myndi segja það og síðan var þetta hjólið sem var brotin á, það var hengt upp og síðan var skorin út úlfshöfuð sem var fest líka við á stóra stöng, þeir reistu stóra stöng, settu hjólið á úlfshöfuð og síðan hausir og honum á toppinn sem varúð og síðan voru sendið þá bæklingar út allt og skeri stöf, glæpur og refsing á nýöld. Já, einmitt. Heyrðu, það eitt sem mig langar að ræða eins sem fyrirbærið úlfur sem svona í okkar menningu eða þú veist í menningu, kannski ekki í íslenskri menningu náttúrulega en svona í þessari meginlandsmenningu í Evrópu og þú veist það kannski mitt ástæði fyrir því líka þú veist að það var úlfur miklu stærra fyrirbæri heldur en þú veist var björn eða þú veist var köttur eða var refur eða eitthvað af því að þú veist, úlfurinn hefur svolítið svona sérstakar stöðu í þessari menningu okkar eða þú veist, í þessari evrópsku menningu bæði vestur-evrópskri og mið-evrópskri og austur-evrópskri og þetta að því að náttúrulega í landbúnaðarsamfélaginu er náttúrulega úlfurinn höfuð andstæðingur bóndans og það er svolítið merkilegt að að skoða þetta eins og ég myndi líka í þessum þjóðsögum skilur og ævintýrum og svona alltaf merkilegt hvernig þú veist, úlfurinn er alltaf svona myndlíking fyrir vondakallinn og það þarf auðvitað ekkert að leita lengra heldur en bara eins og rauðhött og úlfurinn skilur eða úlfurinn og grísirni 3 þar sem að þú veist úlfurinn er í rauninni bara þú veist glæpamenn morðingjar eða þú veist hvað maður að segja, barnanýðingar eða eitthvað þess háttar skilur og þessi boðskapurinn í þú veist, segjum rauðhetta skilur er þú átt ekki að treysta ókunnum skilur þú veist, þú átt ekki að láta ókunna þú veist, skrýtna kalla lokkaði eitthvað eða eitthvað svoleiðis og eins með þú veist grísina 3 skilur, þú átt ekki að hleypa ókunnum inn og ekki treysta ókunnum skrýtnum köllum Nei. sem náttúrulega boðskapur sem að á alveg vel við í dag er svo miðöldum en það er athyglisvert hvernig þú veist úlfurinn er myndlíking fyrir þú veist vondakallinn sem þessi höfuð andstæðingur bóndans en líka kannski öflugasta villidýrið í skógunum á meginlandinu. Já. Og það er andlega líka hangið saman með að svona hugmyndir náttúrulega spretta aldrei upp úr engu
það kemur alltaf upp úr einhverju og það er alltaf ástæðan fyrir því einmitt þetta er alltaf stór hluti af því af hverju allar þessar varúlfasögur koma er ju auðvitað að úlfurinn var óörgættdýr sem til og með réðst á fólk og drap fólk inn á milli sérstaklega eða var einhver óár eða úlfarnir voru að svelta þá var náttúrulega jukust úlfa árásir og það hefur við alveg í rituðum heimildum að úlfar hafi drepið fólk en fremur náttúrulega alltaf lagst á búfjánað og það hefur náttúrulega verið gífurlega mikið tap og mjög þungur baggi fyrir bændur að missa hluta af sauðfénu sínu og já, búfjánaði í úlfinn og til dæmis hluta af þessum varúlfa góðsögnum náttúrulega líka já, maður að reyna sér aftur á frönskunni eða bara já, ég er með það, allar skrýmsli þá af gefautan eins og ég myndi þá vilja bera þetta frekar fram á íslensku en það voru þess árásir á milli þá sjóntu sér stað í Miðfrakklandi frá 1764 til 1767 þar sem einmitt já, það er líka umdýrt hversu oft það er ráðast á það en það menn kannski að tala að það hafi verið já, veistu eitthvað rannsókn 1987 sem held ég fram að það hafi verið 610 árásir það sem, já, 500 manns dáið 49 særðir og þá 98 af þessu fórnarlambi voru hlutað til borðuð já. Og þetta er fræg saga, það var meðan hann gerð bíómyndum ég manni bara svo vel til henni ég sá hann nefnilega þegar að ég var lítill hún heitir The Brotherhood of the Wolf heitir hún það ekki þeir fjalla þá tvo veiðimenn sem eru fengnir þá af konungi Frakklands til þess að reyna að veiða þetta dýr sem var að ráðast á fólk já. Og það voru settir alveg hellingspeningur í þetta og það var margir menn sem tóku þátt í því að veiða einmitt úlfa og á þessum tíma voru úlfar á þessu svæði já. Og það voru drepnir eitthvað af úlfum og síðan hættu þessar árásir á endanum en þeir túlkaði þetta aðeins öðruvísi í The Brotherhood of the Wolf þannig að ég ætla mér samt ekki og þarf að spoila Nei, skulum ekki vera að spoila því já. Þannig að þá auðvitað það náttúrulega hluta því af hverju sumar á sem sögum koma en síðan er líka náttúrulega áhugavert af hverju verða þá sumir ráðmálningar okkur heldur því fram að þið væru varúlfar en það náttúrulega er líka þekkt fyrirbrigði það til eitthvað sem heitir klínísk lycanthropía þar sem menn eru þó greindir sem með þá þetta með einhvers konar varúlfa heilkenni og það er það sem felst í því að það er það fólk sem er í virku geðrofi og trúir því að það séu varúlfar eða einhvers konar önnur dýr og það er alveg sem bara gerst nú síðanslega og ég sá til þegar ég var að googla þetta eitthvað þá var einmitt fræðigrein síðan held ég síðan 2020 þá var sér sett ungur maður sem hafði haft mök við vísund og trúði því að hann hefði fengið í sig vísunda frumur og væri að breytast í vísund og sem lýsti sér í því að hann labbaði á öllum fjórum og var að borða hey og allavega slíkt og hann var þá meðhöndlaður af geðlækni sem lét að fá gaf hann einhver lyf og síðan fréttist líka inn í þetta hann var með allavega svona, hvað kallast þetta svona compulsive disorder það er til dæmis alltaf þó sem hendurnar á fullu já. Ég man ekki hvað þetta heitir í íslensku allavega þetta er kannski ekki verið að borða hey þá ef að vera á 4 fótum í leiðjunni Nei, þannig að þarna var blanda það var inn í þessu svona body dysmorphia sem er þá einmitt þetta að hann hafði allan rangkumindir megin líkama og svo þessi gífurlega þörf fyrir það að vera að þrífa á sér hendurnar þó sem hendurnar og eitthvað slíkt og þannig að þetta var svolítið svona kokteil en hann er svona gott dæmi einstæðling sem hefði mögulega geta fengið innblástur á einhverju varúlfasögu ef það hefði verið hluti af stærri hluti af hans samfélagi og það náttúrulega hefur líka gerst á seinni tímum að menn hafa haldið fram að þeir séu varúlfar og jafnvel ráðist á fólk og það var líka einmitt í Flórida fyrir nokkrum árum síðan
þar var einmitt maður sem var handtekinn og þá kom lögreglan á hann þar sem hann var búinn að ráðast á annan mann og var að éta á hann andlitið og þeir skutu hann þá með svona rafbyssum og notuðu líka lögregluhund til þess að taka hann niður og handjárna hann og þá kom þeim til ljós að hann héldi fram að væri varúlfur þessi maður og drap þá hann karl og konu á 60 aldri og borðaði þá hluti af kallinum og bæði létust það er líka þekkt sem fyrirbrigði þannig að maður getur útskýrt eitthvað af þessum sögulegu fyrirbrigðum sem svona einstaklingar sem eru þá augljóslega veikjur að geði menn nefnt alls konar sjúkdóma líka sem að auðvitað þess að það eru til sjúkdómar þar sem að þú ert ekstra sérstaklega loðinn og einkenni alls konar sjúkdóma sem eru sjaldgæfir sem að menn hafa nefnt sem getur mögulega þú veist hafa hjálpað til við að búi til grunnsemdir sko, en þetta eru samt svo sjaldgæfi sjúkdómar að það getur ekki útskýrt sko, þetta menningarlega fenómen sem er til í öllum menningum og frá upphafi örófi alda sko. Nei, það er einmitt það þannig að ég held að þetta sé fyrst og fremst náttúrulega bara menningarlegt fyrirbrigði og tengist náttúrulega bara einmitt baráttu mannsins við skepnuna í sjálfum sér hvort sem það er í bókstaflegri merkingu eða í myndlíkingunum það að við séum komin úr skóginum og baráttu okkar við siðmyndað samfélag og að hafa okkur eins og samfélagið ætlast til á okkur og svo eru alltaf einstaklingar sem að geta ekki fittað inn í það og svo framvegis sko. Ég held að það sjálfur rétt höfður, ég held að það sé náttúrulega kjarnin í þessu fyrirbrigði og það er náttúrulega það sem er kannski hlutaði sem gerir það einmitt hvað maður segja, svona mikilvægt auðvitað að rannsaka þetta sem fyrirbrigði og af hverju það er líka svona áhugavert því að allir finna fyrir því á einhverju leyti náttúrulega þessa spennu sem felst í því að vera hluta siðmenningunni og þetta svo nefndir menntun og menning og allt þetta og líka þessi svona, hvað maður kalla dýrslegi hluti eða þetta er grundvallar atriði í því að vera mennskur það er sambandi við náttúruna annars vegar og svo er það hins vegar þetta sko sambandi við hið ósýnilega skilur og alltaf en þú veist míþos sem er þá annað fyrirbæri sem að einhvern veginn menn hafa alltaf verið að díla við sko algjörlega hvaðan komum við og hvert eru að fara Heyrðu, þetta er áhugaverðar sögur ég held að ég þurfa að fara að drífa með því ég þarf að fara að kaupa Halloween búning inn á krakkana ég held að það fyndi ég held að ég og Elva þurfum líka að fara í búðina núna, við þurfum að kaupa sælgæti eitthvað til þess að hafa ykkur til þess að deila út þegar að börnin koma Nákvæmlega, býtu, það er Halloween hérna upp í hérna herstöðinni hjá okkur Já, það hefur verið hérna hvað síðastliðin 10-15 ára, fólk hefur verið að ganga í hús og það var reglan þannig að ef þú ert með kveikt útiljós þá ertu velkomin annars ekki, það er ekki allir sem hafa áhuga að taka þátt í þessu en náttúrulega eru fjölskyldur í öllum húsunum í kring þannig að við erum að fara að hittast í kvöld og það eru gaman ef fólk eitthvað bankar hérna upp á og ég er búin að fá skilabóð frá einni að það er eins gott fyrir mig að kaupa nammi því þau eru að fara að koma hvort sem ég opnaði eða ekki þá fyrir bara á bakvið og bankar og gluggan Það þýðir ekki fyrir að sitja í myrkrinu bara með kertaljósið Nei, það þýðir vist ekki En mér finnst líka svona, það er margir sem náttúrulega gagnrýna þetta og finnst þetta kannski leiðilegt þetta sé svona óþára amerísk menning en ef fólk vil gera sér ekki dagamun og hafa aðeins skemmtilegar svona í hvertasleikána þá varst mér það bara glæsilegt og Þetta er náttúrulega óþarfa á Íslandi sko því við erum náttúrulega með öskudaginn sko Jú, sem er náttúrulega miklu betra en Halloween og fara miklu meira nammi Já, mikið betra fyrirbrigði Þannig að Andri, við þurfum kannski bara að fara að berjast fyrir því að dreifa hérna íslenskri menningu og að öskudagurinn verði eitthvað svona evrópskt fyrirbrigði aftur. Flytja út öskudaginn, já. Býta það ekki upprunnilega danskt? Jú. Aske, hérna. Jú, það er það, jú. Hengja öskupókana og... En er þetta ekki svona sem með hérna hamborgar og pítsur? Þú veist, jú, þetta er... Bandaríkjumenn hafa nú gert þetta vinsælt og endur. Já, fært þetta aftur út í heim. Já, ég meina Halloween... En nú er það ekki upprunnilega írskt eitthvað? Jú, nákvæmlega. Þannig að við getum sagt að við komum tilbaka með betrum bættu öskudag. Herre, þetta er glæsilegt. Þá ætlum við að kveðja héðan úr söguskoðun í dag. Júp. Þá segjum við það gott í bili, kæru hlustendur. Og við sjáumst aftur hér í næsta þætti af söguskoðun. Verið sæl.